Þorvaldur Gylfason, gjörðu svo vel. Já, formaður, góðir ráðsfulltrúar. Mér langar að þakka þeim sem tekið hafa til máls vel fyrir margar góðar ábendingar sem við í A-nefnd munum að sjálfsögðu skoða mjög vandlega. En það eru 2 efnisatriði sem mér langar til þess að taka upp. Mér langar í fyrsta lagi að bregðast við ræðu Írisar Lindar Sæmundsdóttur áðan greinina íslenskan menningararf. Eins og ég lýsti í máli mínu áðan, að þá teljum við í nefnd A að menningararfur íslensku þjóðarinnar verðskuldi sérstakt ákvæði og vernd í nýrri stjórnarskrá. Bæði arfsins vegna sjálfs og vegna þessara hlutæðu við náttúruauðlindir í þjóðareign sem fjallað í greininni strax á eftir. Og ég tel að túlkun greinarinnar sé ekki neinum sérstökum vafa undirorpin. Ég ætla að fá að lesa greinina fyrir ykkur fyrst, hún er bara 2 línur og túlka hana svo. Þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo sem þjóðminjar og fornrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegra eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Þið heyrið rýmið við orðalagið úr Þingvallalögunum frá 1928 sem ég lýsti áðan. Takið eftir því hvað greinin segir ekki. Hún segir ekki þjóðareignir sem heyra til íslensku menningararfi, svo sem allar þjóðminjar og öll fornhandrit má hvorki eyðileggja né afhenda og svo framvegis. Tökum dæmi. Katrín kendi okkur sögnuna að snappa í gær. Setjum nú svo að þjóðminjasafnið snappaði og við sæjum Valþjófsstaðahurðina auglýsta á eBay. Það væri atburður sem þessari grein er ætlað að standa í vegi fyrir. Setjum nú svo að einhverjar ómerkari þjóðminjar úr safninu rötuðu á uppboð eða inn á einkaheimili í leyfisleysi. Að þá gæti það komið til kasta dómstóla að ákveða hvort þessi grein ætti við þær eða ekki. Í þessu er verndin fólgin. Tökum annað dæmi. Setjum svo að Skarðsbók dúkkaði upp á eBay. Það vill svo til að Skarðsbók er komin í eigu íslensku þjóðarinnar vegna þess að bankarnir keyptu hana fyrir 36.000 pund á uppboði í London árið 1965 ef ég man árið rétt. Og gjafabréfið var stílað á íslensku þjóðina, ekki á íslenska ríkið. Þannig að Skarðsbók er skýrt dæmi fornhandrit sem þjóðin á og sem þessi grein segir að megi hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegar eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Setjum svo að listasafnið snappaði. Og við sæjum allt í einu bunka af Kjarvalsmálverkum auglýstan á eBay eða hjá Galleri Borg. Þá myndi þessi grein aftur að koma réttum eiganda til varnar. Setjum svo að listasafni vildi selja einhverjar ómerkari myndir úr safni sínu, að þá væri það dómstólanna að ákveða hvort safnið hefði leyfi til þess. Ég sé það fyrir mér að listasafnið skyldi geta haft áhuga á því að endurnýja verk í safni sínu og þá skilst mér að samkvæmt gildandi lögum eða minnst hvort reglum sé sá háttur hafður á að þá verði að kaupa annað verk eftir sama listamann. Þetta get ég þó ekki fjölist á nánari upplýsinga, en þið sjáu hvað ég er að fara. Ef einhver telur að það sé verið að brjóta á rétti þjóðarinnar með því að selja verk úr listasafninu, þá hefur hann rétt til þess, ef þessi grein verður samþykkt, að láta reyna á það fyrir dómstólum. Og þeir myndu síðan ákveða hvaða þjóðareignir heyra til íslensku menningararfi í skilningi greinarinnar. En sumar eignir
eru hluti af okkar sameiginlega menningararfi með svo skýrum og ótvíræðum hætti að þar getur engin efi komist að. Og þess vegna nefndi ég Valþjófsstaðahurðina og Skarðsbók og fínustu málverk Kjarvals. Hitt atriði varðar hlut sem að Þorkell Helgason sagði í ræðu sinni. Hann var að fjalla greinina sem hljóðar svo: öllum handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir ríkið að þjóðarétti og tryggja með lögum að farið sé eftir þeim. Þorkell spurði: þarf að taka þetta fram, er þetta ekki augljóst? Ástæðan til þess að það þarf að taka þetta fram að minni hyggju er sú að þó að þetta sé augljóst þá hefur ekki verið eftir því farið. Ég bara minni á það að árið 2007 felldi mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna úrskurð fiskveiðistjórnarkerfi samkvæmt mannréttindasáttmála sem Ísland hefur bæði undirritað og fullgilt og sem Íslandi bar að taka mið af vegna þess að samningurinn er bindandi. Síðan eru liðin á 4. ár og ríkisstjórn Íslands hefur ekki enn brugðist við þessu. Og þess vegna meðal annars þykir mér rétt að hafa þetta ákvæði þarna inni til áréttingar og fleiri dæmi máli mínu til stuðnings mætti nefna. Takk fyrir.